Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Já, komiði sæl. Í síðasta lestri þá vorum við að fjalla Davíð og Jónatan og svo Davíð og son Jónatans Mefibóset og þeir voru að tala saman í lok síðasta lestrar. Ég ætla að lesa síðustu setninguna sem Mefibóset sagði. Hann sagði hreint út: hvað er þjódd þinn þess að þú skiptir þér að dauðum hundi eins og mér og við getum getið okkur þess til að hann hafi bætt við og þú veist ekki hvað ég hef talað þig og veist ekki hvað nöfnum ég hef nefnt þig allt frá barnæsku. Ég hef hatað þig og gert gróft gísa nafnið þínu, ég er ekki verður miskunarðinnar, ég er óverðugur. Honum fannst hann algjörlega vera óverðugur þessari miskun sem Davíð sýndi honum, en það var vegna Jónatan sem að Davíð hafði verið í blóðsáttmála við. Og svo höldum við áfram næsti undirkafli, undir fyrirsögn er merkið á hendi konungsins. Þá geti Davíð hafa sagt: Mefibóset, ég veit að þú átt þetta ekki skilið og þú getur ekki sjálfur unnið til þess sem ég geri fyrir þig núna, jafnvel þótt þú myndir vinna fyrir mig í 1000 ár. Það sem ég geri núna byggist ekki á þínum verðleikum. Ég geri þetta vegna þess að ég gerði blóðsáttmála við föður þinn. Faðir þinn Jónatan úttelti blóði sínu þér í hag áður en þú fæddist. Það skiptir þess vegna ekki máli hvort þú átt að skilja þið ekki. Sjáðu merkið á hendi minni. Þegar ég sé þetta merki hugsa ég föður þinn og sáttmálan sem ég gerði við hann. Vegna þessa sáttmála skalt þú vera mér sem sonur og ég mun skila þér erðarhlut þínum og blessa þig. Ég fyrirgef þér og nú er hús mitt einnig þitt hús. Þú átt að sitja til borðs með mér og þú verður ættleitur sonur minn. Örið á hendi minni er eilífur vitnisburður sáttmálan við þig og börn þín. Það var ekki svo auðvelt að ganga í gegnum þessa breytingu. Til að geta gengið inn í konunglega fjölskyldu Davíðs var Mefibóset að deyja frá Lódebar. Hann gat ekki haldið fast við þá siði og þau viðhorf sem hingað til höfðu verið honum eðlileg. Það er ekki svo auðvelt að lifa sem konungur þegar menn eru óvanir því. Sumir vilja líklega meina að það sé ekkert svo erfitt að velja á milli hallar og hreysis. En svo er þó raunin. Menn verða að deyja frá miklu sem mótaði lífið áður fyrr og aðlagast öðru sem er algjörlega nýtt. Það var svo öðruvísi að fara í háttinn í salarkinnum hallarinnar og sitja til borðs með konungi landsins og svo skrítið að vakna og sjá 2 til 3 uppáklata þjóna sem biðu eftir að þjóna þér á einn eða annan hátt. Mefibóset átti trúlega ekki svo auðvelt með að komast hjá fordæmandi tilfinningum að hann væri óverðugur. En oft sá hann merkið í hendi konungsins og var minntur á föður sinn og sáttmálan. Fyrir utan höllina hefur Mefibóset mætt hinum og þessum sem ólust upp með honum og við getum ímyndað okkur að þeir hafi hætt hann og sagt: hver heldur þú sért? Hvað ert að gera hér? Við vitum hvað þú gerðir í Lódebar. Það hæfir þér ekki að vera hjá konunginum. Við munum vel eftir því sem sagður hann. En fyrir þekkingu á þýðingu blóðsáttmála lærði Mefibóset að svara: já, það er alveg rétt. Ég hef gert og sagt allt sem þú nefndir og meira en það. Ég geti sagt þér frá verri hlutum ef þú hefur áhuga. En sjáðu til, tengsl mín við konungin byggjast ekki á því sem ég hef gert eða ekki gert. Ég hef þessa stöðu vegna þess að Davíð konungur og Jónatan faðir minn gerðu með sér blóðsáttmála. Allt mitt er þitt. Það er þetta stórkostlega sem Biblían fjallar Þetta er rauði þráðurinn. Sonur Jónatan sá óverðugi gat sagt: ég er blóðbróðir konungsins. Ég tilheyri fjölskyldu hans, ég sit við borð hans, ég hef réttindi til að tala við konungin í bróðerni eins og hann væri eldri bróðir minn eða eins og ég væri Jónatan. Leið er ég samþykkur því að ég eigi þessi forréttindi ekki skilin, en það skiptir engu máli því að ég á hlut í þessum sáttmála. Staða mannsins er mjög áþekk stöðu Mefibósetar í Lódebar. Þó svo að maðurinn sé í blóðsáttmála með Guði fyrir meðalgangaran Jesú Krist og hafi rétt til að lifa og ríkja, eins og stendur í Rómverjabréfinu 5 og 17, formælir hann örlögum sínum og þeim Guði sem þvingar hann til að búa í þessum hræðilega Lódebar. Maðurinn hefur trúað ósannindum Guð,
Ef þú leggur lífið í hendur Guðs og gerist trúaður, þá færð ekki að gera þetta og ekki hitt og þú verður að gera þetta og gera hitt. Þú missir frelsið þitt. Þetta er ástæðan fyrir því að maðurinn lifir svona langt undir því plani sem Guð af gæsku sinni vill að hann lifi á. En dag einn mun maðurinn vakna við það að vagn Guðs kemur til eyðimerkur hreysis hans til að sækja hann úr örbirgð Lódebar. Hann verður í fyrstu dálítið óttasleginn við svona róttæk umskipti. Lygar djöfulsins hafa gert að hann er hræddur við Guð, eins og sonur Jónatans heldur hann að Guð komi til að hegna, já til að lífláta. En aðstæðnur við þessa ræsingu eru slíkar að hann hefur ekki neitt annað að velja. Hann fylgir með og deyr frá því sem hann hefur verið. Hann upplifir sjálfan sig dauðan sem sársaukafullan aðskilnað frá því sem hafði verið inntak lífsins. Nú má ég ekki lengur reykja, ekki frá mér í staupinu, ég fæ ekki að fara í bíó eða njóta gleði ástarinnar og vini mínar halda ég sé orðin skrítin. En svo kemur hið óvænta við fætur Jesú. Maðurinn heyrir vingjarnleg orð, óttast ekki sonur minn. Þú ert komin heim, allt mitt er þitt, þú átt að sitja við mitt borð. Slíku manni er ljóst að það er ekkert líkt með lífinu í Lódebar og lífinu með Guði. Jafnvel bestu stundir gamla lífsins komast ekki nálægt lífinu með Guði. Það sem hann gerði í Lódebar er ekki lengur skemmtilegt, hann saknar einskis þaðan. Hann er dauður frá þessum stað, hann hefur byrjað nýtt líf, en vissulega er það framandi. Ert þú eitthvað betri en við hinnir? Það tekur tíma að venjast öllu þessu nýja. Og þó svo að hann viti að hann sé nýr maður geta hugsanir að hann sé óverðugur þjakaðan. Hann minnist stundum alls þess illa sem hann hefur gert og sagt, já, en Guð segir að það sé gleymt. Gamli maðurinn sem sagði þetta og gerði þetta er dauður. Reynir ekki að endurgreiða, lífið er gjöf. Þú þarft ekki að greiða fyrir náðina, þú getur það heldur ekki. Þess vegna skaltu hætta að segja að þú sést óverðugur, að þú eigir þetta ekki skilið. Hugsaðu heldur það að faðir þinn hefur fyrirbúið þetta gegnum fóstbróður sinn, staðgengil þinn, Jesús. Þess vegna færða að lifa svona konunglegu lífi. Nýja lífið á þessu stigi verður til þess að fólk sem þekkti viðkomandi áður getur komið og sært með spurningum eins og til dæmis, hver heldur þú sért? Ert þú eitthvað betri en við hinnir? Það er til fólk sem nýtur þess að minna okkur á fyrri syndir og veikleika. Það er ekki síst Satan sem er áhugasamur að minna þá endurfæddu á hluti sem einungis hann veit þá sem nú hafa yfirgefið hann. Hann vill taka bæði trausti til Guðs og sjálfstrausti frá fólki. En hvað sem Satan og heimurinn segja er blóðsáttmálinn við föðurinn fyrir Jesú Krist staðreind. Frelsunin byggist á þessu en ekki á persónulegum verðleikum fólks. Davíð konungur var trúr sáttmálanum og sýndi það í afstöðu sinni til sonar Jónatans. Guð er trúr sáttmálanum við Jesú, drottinn vorn og frelsara og sýnir það með því að láta Jóhannes skrifa, ef ég játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta er í 1. Jóhannesbrefi, 1. kafla og 9. versi. Þegar við sem erum kristin syndgum verðum við að játa það fyrir Guði og taka móti fyrirgefningu til að geta haldið áfram að lifa í friði við hann. Þá sýnir Guð að hann er trúr sáttmálanum við okkur. Syndafyrirgefningin gefur ekki þeim sem trúa rétt til þess að syndga. Kærleikur Guðs leysir syndarann undan lönguninni til þess að syndga og með þeim hætti hryggja Guð. Því heimavannari sem hinir trúuðu verða í nýja lífinu, þeim mun minni löngun hafa þeir til að syndga. Í 15. kafla Lúkasar Guðspjalls er sagt frá heimkomu týnda sonarins og við sjáum að faðirinn klæddi upp son sinn áður en hann sýndi hann öðrum. Faðirinn greip frammi fyrir syninum þegar hann talaði svo auðmjúklega og sagði, dragið hring með fangamarki mínu og hönd hans og skó á fætur hans, hann er enginn þræll, hann er sonur minn. Ég þakka fyrir áheyrnin í dag og við heyrumst aftur að vikuliðinni. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn er skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.